finnum minnsta sameiginlega margfeldi, tökum tölunar 10 og 15, 10 og 15 og það bara eina sem við gerum notum margfeldunartöfluna, segjum 10 sinnum 1, það 10, 10 sinnum 2, 20 og 10 sinnum 3, 30, höldum áfram aðeins hérna, 10 sinnum 4, 40, förum þá aðeins hérna yfir í 15 og byrjum að margfalda þar, 15 sinnum 1 er 15, 15 sinnum 2, 30 og 15 sinnum 3, 45, þurfum ekki að fara lengra, skulum gera hérna til samræmis 15 sinnum 4 eru þá 60 og hérna getum við séð á þessum tölum 10 hér og 15 að fyrsta talan sem eins talan 30 hér, beggja megin og það minnsta sameiginlega margfeldi milli þessara tveggja talna þá talan 30, fyrsta útkoman sem alveg eins og þannig að það talað það að þessi minnsta sameiginlega margfeldi þessara talna og við gætum haldið áfram hér að margfalda hér og segja 10 sinnum 5 eru 50 og svo 10 sinnum 6 eru þá 60 og hérna erum við þá líka komin með sameiginlegt margfeldi hér, sem 60, bæði sem sagt 15 sinnum 4 og 10 sinnum 6 eru 60 en það ekki minnsta sameiginlega margfeldið, heldur er 30 hér minnsta sameiginlega margfeldið og það það sem við erum fyrst og fremst að leita að.